Ég mættur í Fossvoginn. Ég svona austast í Fossvoginum og hér útivistarsvæði. Útivistarsvæði sem kannski ekki margir vita af og ætla ég að sýna eins frá því. Ég ætla að gera því þrennu lagi. Við ætlum að fyrst að skoða trjásafn sem hérna. Svo ætlum við að skoða garðinn og svo ætlum við að enda á því að skoða rósagarðinn. Let's go! Trjásafnið hérna oft kallað trjásafnið í Meltungu í Fossvogi. Ég veit ekki hvað margar tegundir hérna en árið 2019 voru þetta allavega 1100 tegundir af trjám og runnum og gerir það að einu stærsta trjásafni á Íslandi. Hérna höfum við skemmtilega reit. Hérna eru alls konar reynitré. Héðan og þaðan úr heiminum. Ég veit ekki, maður fallast kannski bara svolítið hendur en að læra nöfnin. Ég held ég var orðinn góður í að þekki allavega íslenska reynirinn en það virðist nú margt vera bara mjög líkt hérna. Ekki alveg auðvelt að rugla saman allavega sumum tegundum. En talandi reyni, þá svolítið sérstakt hvernig hann fjölgar sér. Hann náttúrulega fjölgar sér með berjum og hann á það til að fuglarnir éta berin og svo sitja þær á svona trjám og kúka fræhjónum. Já, kúka fræhjónum. Og hérna, þau lenda svona og svo vex hann svona upp. Kannski ekkert við sérstaklega góðar aðstæður. Mjög sérstaklega. Það sér hann oft svona alveg upp við önnur tré. Svo alltaf hægt að finna sér bekk hérna og setjast niður og njóta. Nú erum við komin í hluta safnsins þar sem eru mikið af sýrunum. Ég enginn sérfræðingur í sýrunum en ég hef stundum verið að velta fyrir mig hvort það sé ekki gaman að planta sýrunum inn í svona útivistarskógum því að það er oft svo mikið af blómum og annað og það lífgar svolítið upp á skógana að hafa sýrunur í skóginum. Reyndar eru blómin visnuð hérna en fyrir í sumar þá voru þau í fallegum blóma. Ég hef heimsótt svolítið af svona trjásöfnum og maður sér ofta að það farið af stað með miklum þrótti og gert flott trjásafn en svo kannski ekkert verið að huga að því. Það eru mörg önnur störf sem þarf að sinna og þá oft suma plöntur sem kannski drápust eða uxu illa eða hvernig sem það er. Þá ekkert verið að skipta þeim út. En hérna til dæmis búið að skipta út síberíuþyrni sem örugglega verið hérna, annaðhvort drepist eða eitthvað og menn eru búin að setja nýjan síberíuþyrni í staðinn.
með Virginíuhegg. Áhugavert hvernig laufin eru svona á litinn. Það verið stafna ágætlega hérna. Ætli hann sé frá Virginíu eða? Ég veit ekki hversu gott er að koma hingað, sko. Maður upplifir maður eins og maður viti bara ekki neitt. Maður þekkir enga tegundir. Blöndustykkil. Blöndustykkil. Ég var bara ekki einu sinni heyrt þetta nafn áður, sko. Þetta er bara svo hebreska fyrir mér. Þetta er djók. Sandfura. Já. En við erum allan íslenskt birki. Ég þekki það. Svo greinilega endalaust verið að bæta við. Þetta tré, þetta virkar nú bara pínu svona gerfilegt. En þetta er búskaepli. Hver vill ekki fá sér búskaepli í veðri eins og þessu? Trjásafnið hér og í rauninni allur garðurinn hérna má rekja til ákvarðana sem voru teknar 1995. En þá fór Pétur N. Ólafsson sem rak gróðrarstöðina Mörkina til Kópavogsbæ og lagði til að hér yrði stofnað trjásafn. Og hann myndi leggja plöntur í safnið. Og þess vegna er kannski þetta svona veglegt trjásafn því að gróðrarstöðin Mörk væntanlega er í miklu samstarfi að halda trjásafninu svona flottu og fallegu. Ég veit ekki alveg hvort ég var með rétt mál, en hérna eru tré sem tengjast embluyrkinu. En embluyrkið kemur einmitt hér úr gróðrarstöðinni Mörk. Fyrir þá sem að þekki ekki embluyrkið, þá ætla ég svona rétt aðeins að tala um það. Það var hópur manna sem ákveðuðu að kynbæta íslenska birkið og úr því varð yrkið embla. Og það sem eingetið og það sem þeir voru að reyna að ná var náttúrulega að fá tré sem væri einstofna með hvítan börk, yxi vel og væri með svolítið svona fína krónu. Sá einstaklingur sem var svona fremstur í flokki í þessum kynbótum á íslenska birkinu heitir Þorsteinn Tómasson og er plöntuerfðafræðingur. Og hann er náttúrulega búinn að taka þetta skrefinu lengra og hérna höfum við sko rautt birki. Ég ætla að segja þetta gott af trjásafninu. Hérna er þetta með skilti sem hægt að lesa meira trjásafnið og svo hveti ég ykkur bara til þess að kíkja hérna í heimsókn og skoða. Í næsta myndbandi ætla ég að skoða þess
hinn hlutan af garðinu, af útivistarsvæðinu. Sjáumst í næsta myndbandi.